Frisbeegolf er mjög einföld og skemmtileg íþrótt sem hentar fyrir alla. Einu sem þarf er svona frisbeegolfdiskur og takmarkið er að kasta honum í sem fæstum köstum og í sérstakar körfur sem við köllum mörk. Sá sem fer í fæstum köstum, hann vinnur. Þetta hentar öllum aldurshópum, allt frá krökkum upp í eldra fólk og hægt að spila allt árið. Leikurinn er einfaldur, mjög skemmtilegur, góð hreyfing. Menn geta spilað þetta einir eða í hópum og við hvetjum ykkur öll til að prófa. Reglurnar í frisbeegolfi eru tiltölulega einfaldar. Maður byrjar að kasta af teig eða teigsvæði og endar á því að diskurinn situr í körfu. Þetta gerir maður yfirleitt í 2, 3 eða 4 eða fleiri kostum. Í grunninn maður kastar af teignum og þar sem að diskurinn lendir, þar tekur maður næsta kast. Og ef maður vill fara algjörlega eftir reglunum þá er maður með svona lítinn míní með sér, merkir hérna fyrir framan diskinn, tekur hann upp og kastar honum eða einhverjum öðrum disk aftur og hefur löppina fyrir aftan merkið. Og við getum ímyndað okkur að sé svona A4 blað og þar verður fóturinn að vera eða einhver punktur líkamanns. Þegar við erum að spila frisbeegolfa þá er mikilvægt að hafa öryggið í fyrirrúmi. Við köstum ekki þegar einhver er á brautinni fyrir framan eða hætta af disknum. Tökum tillit til annarra umferðar, hjólandi eða gangandi og bíðum þangað til að svæðið fyrir framan er algjörlega mannlaust og öruggt að kasta. Tillit sem er mjög mikilvæg, sérstaklega gagnvart meðspilurunum. Það er alltaf sá eða sú sem er lengst frá körfunni sem að kasta næst. Og á meðan bíða hinir spilararnir og leyfa viðkomandi að klára kastið í friði. Síðan er það hver spilara að muna hvað hann er búinn að taka mörg köst. Og það er mikilvægt og sanngjarnt gagnvart þeim sem er að keppa við að telja köstin rétt. Stór hluti af leiknum er að sigrast á hindrunum og oftar en ekki lendum við í erfiðum aðstæðum þegar við erum búin að kasta út í runna eða tré eða bak við eitthvað sem er fyrir kastleiðinni. Þá náttúrulega gildir það að það má ekki færa sig frá hindrunni eða stytta sig leið eða hvað það er. Löppin verður alltaf að vera þar sem að diskurinn lendi. En það eru 2 leiðir til að vinna í frisbeegolfi. Annars vegar er það að fara í sem fæstum kostum og svo eins og maðurinn sagði, sá sem skemmtir sig best, hann vinnur. Frisbeegolfdiskar eru ekki þessi venjulegu svifdiskar sem við þekkjum flest. Það eru 3 helstu gerðir af diskum. Fyrst er það driver eða drífari eins og við köllum þetta oft. Hann er þynstur og klýfur loftið best og fer því lengst af öllum típunum. Við notum oft driverinn frá teignum í upphafskastinu. Midrange eða miðari eins og við köllum hann oft er svona millilangur diskur. Við notum hann oftast til að komast í púttfæri eða nálægt körfunni. Ef við viljum bara taka með okkur 1 disk út af völl, þá mæli ég með midrange vegna þess að við getum bæði notað hann í lengri köst og púttinn. Pútter er nákvæmasti diskurinn af þeim öllum. Hann er mjög djúpur og hægur og við notum hann oftast til að reyna að komast ofan í körfuna á stuttu færi eða fyrir mjög bein köst. Ég er oft spurður af því hvernig maður á að halda á disknum. Það fer alveg eftir því hvernig kastið þú vilt kasta. Ef þú vilt kasta löngu kastið, til dæmis frá teig, þá tekurðu kraftgrip. Það er svona að þú setur alla puttana inn í diskinn og þumalinn ofan á. Þegar þú komið nálægt körfunni og ert að kasta lausum köstum eða jafnvel púttum, þá breytist gripið aðeins. Þú setur puttana aðeins meira inn í diskinn til að vera nákvæmari í kastinu. Í forhöndinni þá er gripið aðeins öðruvísi. Við setjum puttana svona inn í diskinn og pössum að fingrafarið sé inn í kantinum hérna. Ef við viljum kasta rétt og ná góðri lengd, þá gerir það svona. Við byrjum á því að hafa gott bil á milli fótanna. Táin á aftari fæti er í línu við hælinn á fremri fæti. Það er til að ná sem lengri sveiflu. Svo byrjum við á því að draga hendina beint aftur frá líkamannum í línu við skotmarkið. Við snúum mjöðmunum í leiðinni aftur og færum þungan yfir á vinstri fótinn. Svo viljum við draga hendina beint í gegnum líkamann eftir brjóstkassanum. Við viljum ímynda okkur að það sé stútfullt vatnsglas upp á frisbeedisnum og viljum ekki sulla úr því. En við viljum ekkert halla disnum, við viljum hafa beinan allan tíman. Svo þegar við erum búin að draga diskinn í gegnum líkamann, þá er mjög mikilvægt að fylgja eftir, að klára kastið. Þannig við drögum diskinn beint í gegnum líkamann, sleppum honum og fylgjum eftir. Í forhönd er mikilvægt að hafa nokkur atriði í huga. Við viljum byrja á því að hafa smá bil á milli fótanna. Við viljum láta olnbogann leiða í þessu kasti. Við viljum draga hendina aftur og láta olnbogann leiða í öllu kastinu. Þegar við drögum hendina aftur, færum við þungan yfir á aftari fótinn. Og í miðsveiflunni, þá viljum við færa þungan aftur yfir á fremri fótinn til að ná sem mestum krafti í lokin. Í lokin á kastinu, þá viljum við
fá snúning, eins mikið snúning og við getum á diskinn með úlitshreyfingunni, þessari hérna. Svo þegar kastið er búið, þá er mjög mikilvægt eins og í öllum öðrum köstum að fylgja eftir. Þannig við klárum kastið og fylgjum eftir, klárum sveifluna alveg. Allir diskar hafa mismunandi eiginleika. Það er mjög mikilvægt að velja réttan disk eftir hvernig þú vilt hann flýgur, eftir hvernig brautin er. Sumir diskar fara beint, það getur til dæmis verið mjög gott í trjágöngum eða öðrum beinum köstum. Sumir diskar beygja til vinstri, sem er gott ef brautin hallar til vinstri eða þú vilt fara til dæmis í kringum tréð. Og sumir diskar beygja til hægri, sem er gott ef brautin hallar til hægri eða þú vilt sveigja þér í kringum tréð og fara þannig að körfunni. Það er hægt að stjórna því fremur hvort að diskurinn fari til hægri eða vinstri með ólíkum köstum. Ef maður vill að diskurinn beygji mikið til vinstri, þá tekur maður svokallað hæserkast. Þá hallar maður líkanum aðeins fram og tekur línu þannig í gegnum líkamann og sleppir disknum á miklum halla. Ef maður vill að diskurinn fljúgi til hægri, þá tekur maður svokallað enhæserkast. Þá hallar maður líkanum aftur og dregur hendina þannig í gegnum líkamann og sleppir disknum með halla. Allir diskar hafa mismunandi eiginleika. Það er mjög mikilvægt að velja réttan disk eftir hvernig þú vilt hann flýgur, eftir hvernig brautin er. Sumir diskar fara beint, það getur til dæmis verið mjög gott í trjágöngum eða öðrum beinum köstum. Sumir diskar beygja til vinstri, sem er gott ef brautin hallar til vinstri eða þú vilt fara til dæmis í kringum tréð. Og sumir diskar beygja til hægri, sem er gott ef brautin hallar til hægri eða þú vilt sveigja þér í kringum tréð og fara þannig að körfunni. Það er hægt að stjórna því fremur hvort að diskurinn fari til hægri eða vinstri með ólíkum köstum. Ef maður vill að diskurinn beygji mikið til vinstri, þá tekur maður svokallað hæserkast. Þá hallar maður líkanum aðeins fram og tekur línu þannig í gegnum líkamann og sleppir disknum á miklum halla. Ef maður vill að diskurinn fljúgi til hægri, þá tekur maður svokallað enhæserkast. Þá hallar maður líkanum aftur og dregur hendina þannig í gegnum líkamann og sleppir disknum með halla. Púttin eru mikilvægasta kast leiksins. Núna ætla ég að segja ykkur frá helstu atriðunum til að ná góðu pútti. Allur krafturinn í púttinum kemur úr fótunum, þannig að mjög mikilvægt að nota fæturnar þegar maður púttar. Snúningurinn kemur svo úr höndunum. Þegar maður púttar þá er mjög sniðugt að velja sér einn hlekk í keðjunum til að miða hann og til að ná að fókusa ekstra vel. Þegar við púttum þá viljum við hafa diskinn eins beinan og við getum allan tíman, bæði svo að keðjurnar grípi betur og svo að það sé auðveldara að miða. Það er mjög mikilvægt að snúa sér beint að körfu þegar maður púttar. Maður vill ekki standa svona til hliðar og kasta, að snúa sér beint að körfu svo að það sé auðveldara að miða. Það er mjög mikilvægt eins og í öllum öðrum köstum að fylgja vel eftir. Þannig þegar maður er búinn að pútta þá vill maður ekki bara stoppa. Maður vill klára kastið og fylgja vel eftir.